Já, það held ég kæru hlustendur Iddin, hann með skilabóðu núna. Já, ég hef verið að fylgjast með Arnari hérna út á Tenerife. Nei. Spensense skannar reikningana hérna sjálfkrafa og greinir sjálfvirkt sóun í innkaupunum. Þannig að ég er búinn að fylgjast með liggja hann á bakkanum. Einingaverðið á bjórunum hækkar eftir því sem líður á daginn. Er Origo að sjá við mig núna? Já, þú ert að kaupa mæra inn af ákveðnum vörum og ég er að fá mín flögg, sérstaklega við búlónum sem þú leikur á. Og fæ ég og ég ætla að grípa til aðgerða. Og ég ætla að benda öllum öðrum fjármálastjórum á að skottast yfir í Origo. Spensen, innkaupagreining og Addi fyrir ekki aftur á búlut. Hvernig férst þú aðgang af mínum Origo yfirlitinu mínu? Origo. Þeir koma auga á veikleika og sóun. Já, þeir eru það. Það er Addin á tenni. Já, takk Origo. Já, kæru hlustundur, það var smá krísufundur hérna. Introið var aðeins lengur venjulega en fallegi tónar, ég sé ekkert á móti því. Já, ég vissi bara ekki hvort ég ætti að hafa með plokkfisk eða bleikju í hafinu, það var nú bara það. Það ég fekk með plokkfisk í vikunni maður, ég reyndar að það hvílir einhver bölvun yfir mér. Yfirleitt þegar ég kem, þá er hann búinn sko. Já. Og þú veist, við erum að tala um að það er alvöru sko, það er áhlaup á hérna plokkfisk sko. Þú verður að vera í fyrra fallinu, bara svo við vitið það sko. Ég hef verið 4 á daginn. Já. Þegar einhverju gæjar að koma með rútu af vellilífur hana. Já. Bara þú veist, þau gangin í röðum í plokkfiskinn. Já. En annað, bara fyrir þá sem eru ennþá að bjóða fisk í mat þegar þú ert að fá gesti. Eða þú eru að fá útlendinga. Já. Ég teka fram, ég kaup ekki plokkfisk. Það er bara eina sem ég snert ekki í borðinu. Útlendingar einhverju hluta vegna elska plokkfisk út af því að þú segir fiskgratín. Þetta hljóma svo fiskur og skratín. En hvað er í þessu? Eða, þú veist, þetta er náttúrulega bara kartöflur. Og þú veist, er þetta þorskur? Eða, já, yfirleitt. Getur verið ísa. Góðu plokkfiskur eru örugglega með frekar þorsk heldur en ísu. Ekki sko það. Ég mæli með plokkfisknum í hafinu og lúxusrúbrauðinu alveg stórkostlegt. Það er algjört must. Alveg stórkostlegt, herðu, Kreditinfo með okkur líka. Iddi var að kíkja á lánshæfismatið sitt og hann bara lokaði augunum hérna. Hann er svo viðkvæmur yfir öllu þessum PISA-umræðum líka og ég gat bara ekki lesið þetta, ég skil ekki þetta stafakerfi. Hvernig virkar þetta? Hvað þýðir mínus eiginlega? Sagði hann þetta á hann? Nei, segir svona. En það er nú margt fleira hægt að gera með Kreditinfo en að skoða lánshæfismatið. Ársreikningarnir? Já. Það er náttúrulega þetta að liggja við þeim. Já, og bara tengslanetinu líka. Já. Það sjá þetta svona myndrænt er náttúrulega bara ákveðin lúxus. Það er eiginlega sem er þægilegast við út af því að maður er alltaf að lenda í þessu, sérstaklega fyrir gegnum RSK eða eitthvað. Já. Þú ætlar að líta, eigandinn þarna, en hann er eitthvað skemmtilegur. Ferðin á Kreditinfo til að vita. Og þegar það skemmtilegur, ef hann er ekki með svona 20-30 eignhaldsfélög, þá er hann ekkert skemmtilegur. Þetta er bara dashboard af veislu í gegnum Kreditinfo. Svo er þetta flott, þetta er svona hreyfanlegt. Hvað heitir svona graf? Hvað er þetta kreditgraf? Já, þetta er Kreditinfograf. Þú veist hvað er að tala um? Já. Kreditinfograf. Þakku þeim kærlega fyrir samstarfi farin á kreditinfo.is og skráið ykkur í þessa veislu. Ég ætla bara að benda ykkur á það með vinnulegum hætti. Já. En herru, Apparatus líka. Og nú er alltaf blúsandi siglingu hjá Apparatus og því að við höfum verið að tala dálítið um svona öryggi og annað. Já. Og Apparatus er til dæmis í samstarfi við Livju og það eru náttúrulega mikið af viðkvæmum gögnum. Já. Og þeim er treyst fyrir þessu. Já. Þú sér það. Þeir hafa öryggi, það er í hávegum haft hjá þeim. Þannig að ef einhver hefur áhyggjur af því að ef einhver hafði áhyggjur af því að Apparatus var að leka einhverjum gögnum sko. Hafði ekki áhyggjur af því. Nei. Appi er í toppmálum. Já, það er í toppmálum. Og svo er þetta líka bara eins og við höfum talað um að þú getur komið inn hvenær sem er. Hvenær sem er, hvar sem varan er stödd. Getur heyrt í Apparatus og þau bjarga þér. Það ekki það? Jú, bara klárt. Þau breyta kjúklingaskít í kjúklingasalat. Já, það er bara þannig. Ég hef sagt það. Það er salat sem ég borða. Já, svo þetta er vinalegt fólk þarna. Rosa mikið vinalegu fólki. Óvenju mikið myndi ég segja. Þau vilja að þú vitir að þú skiptir máli. Apparatus. Það vantar fleiri hrotta á skrifstofuna. Já. Offramboð og góðu fólki þarna. Þetta er Gústi, hann drekkur svolítið og vondlíkt á honum og hann er í Q&A hjá okkur. Já, nei. Nei, það er ekkert svoleiðis hjá Apparatus, bara gott fólk, bókið fund. Já. Veit nema þið hitti kongin.
hvað syngur annars í þessu? Herðu, ég glemdi bara long og stemningar. short, búið hafsins. Við fórum bara í plokkfiskinn. Já, ertu með það? Já, ég er búin að vera að fara að taka stöðun á gjaldeyrismiðlum þjóðarinnar. Menn eru short krónan. Allt undirliggjandi í hagkerfinu bendir til veikingar. Við erum að tala um minni afla, sjávarútvegi, engin loðna. Sala á loðnuafurðum væri að tikka inn svona núna. Þú veist, júlí. Heiðar er short krónan. Er hann búinn að segja það? Nei. Já, eitthvað í síðustu viku, eitthvað. Já, álið, ferðamenn. Krónan væri fyrir eyðslu ríkisstjórnarinnar bara. Já, just name it. Undirliggjandi, short krónan. Long krónan. Nú? Já, því að menn er að benda á það að þegar marilkassi kemur inn, það verður cash never seen before coming in. Þannig að þeir sem eru long krónan, þeir eru long marilkassi. Þannig að þarna eiginlega sko stangast á raunhagkerfið og svo fagfjárfesta hagkerfið. Það verður reiðurfjárveisla þá. Já, þannig að hafið farið bara að kaupa ykkur plokkfisk því eru long eða short, það skiptir engum máli. Þið heyrið það. Herðu, ertu með eitthvað? Já, ég er með ýmislegt í dag, kæru hlustendur. Þetta er þáttur dagsins, hann er svona eins og við myndum kalla hann tímalausan. Já. Addi liggur núna á bekka á tenni að halda vel að ég lágu hérna í landinu. Já, þú ert að veikja krónuna. Já, en við náttúrulega tökum okkur ekki frí. Það er ekki séns. Nei. Og þannig að ég er með 2 liði, sko. Ég er með svona markaðsherferða skandala. Já, það er gott. Svo er ég með svona, ég veit ekki hvað ég skýri þann liða. Þetta er svona ris og fall fyrirtæki. Þetta er svona stutt. Þannig er ég að minnast á, ég er að taka eins og Kodak. Já. Einu sinni fucking risi á markaði. Já. Og svo bara svona aðeins að renna yfir þessa, þú veist, hlustendur ætti að kannast við einhver fyrirtæki þarna, sko. Þetta eru 4 stykki. Já, það er það sem ég er með í dag, en svo er náttúrulega líka skildi ég heilmikið eftir í síðasta þætti, sko. Þannig að alltaf hægt að skoða eitthvað. Varstu með eitthvað bitast þetta? Já, sko, ok, ef eitthvað er svona tímalaust, þá var ég með smá umfjöllun norska olíusjóðinn. Já, ekki aftur. Hann kemur og hann sprettur reglulega upp, sko. En ég meðist bara svo gaman að rýna í þessar tölur. Því að sko, eignir norska olíusjóðsins jukust 19.000 miljardar króna á fyrri árshelming 2024 núna. Og bara pældi að eiga hann sjóð bara upp í erminni. Já, hlutfallslega, er það gott eða slæmt? Hvað? Þessi 19.000 miljardar. Já, þetta er 8,3% ávöxtun eða eitthvað svoleiðis. Já, það sé áttu við. Sem er bara gott. Þetta er 4,4 sinnum verk landsframleiðsla, sko, Íslands. Já. Þú veist, halli á ríkissjóð 81 milljarður. Nei, bara fjárfestingarsafnið hækkaði 19.000 miljardar hjá Norðmönnum hérna. Sko. Þú veist, ég er að segja þegar siðmenning fellur, þá verður Noregur í toppmálum. Og Jodie Foster, réttið henni bara kortið, sko. Hún fæði bara kreditkortið frá Lilju Alfreðs, 4 miljardar. Hún býr til þess 7-falt tilbaka. Ég skil ekki, akkur Jodie Foster. Leik hún ekki þarna þáttunum sem að gerast í Kanada? Já, þetta er kvikmynda svo, þessi var freka langsótt. Það var þungur. Já, en ég náði honum. Nei, út af því að það átt alltaf að koma 7-falt tilbaka. Já, einmitt. Við þurfum ekki þjóðarsjóð þegar við höfum Jodie Foster í Kanada, sko. Mæni. Eða Alaska eða hvar sem hún tók upp þessa mynd. Já, einmitt, sko. Bara réttu Jodie Foster kreditkortið og það kemur 7-falt tilbaka. Það hef ég alltaf sagt. Einmitt, sko. Og ég er nú svo sem bara með eina umfjöllun. Það er bara, ertu nikkari? Það er svona mitt. Ertu nikkari? Já, ertu nikkari. Þannig að það kemur á eftir. Og Okay. það er OMSA. En ætlar ekki að vera með Data Economics? Var ég ekki með það síðast, eða? Og ég fara aftur með það. Já, þú veist, Economics of becoming a father. Já, var það bara þessi 3 þarna? 1, expensive as fuck. 2, þú fitnar. 3, þú fær minni svepp. Það er the economics. Var þetta það eina? Já. Ég var að búast einhverju þvílíkri grein frá þér. Þú veist, þú þarft ekki... Nei, þetta er bara the economics, það er alveg rétt. Það er bara, númer 4, you're becoming a father, sko. Ég veit það. 1, it's expensive as fuck. 2, þú fitnar. 3, þú fær minni svepp. Ég er farin að... Ég er nú farin að taka eftir einu þarna. Já. Nú er aðeins farin að bæta á sig, smá holiday weight. Já. En sjáum hvað setur. Já. En já, ég ekki bara að byrja á minni umfjöllun. Mér langar eiginlega bara að byrja þetta bara á hérna markaðsendingarsköndulum. Já, tökum það. Sko, Svo getum við nefnilega einhvern veginn reynda að flétta það inn í ris og fall fyrirtæki og svona reynda að rýna í spilin og... Já, mögulega, hvað veit maður, já. En það er nú ekkert fyrirtæki sem er svona í sama mengi þarna, sko. En já, markaðsskandal, ég ætla að hafa þetta í boði Símans Pay.
Ég ætla að minna fólk á það að það getur umturna lífi sínu sem sérstaklega fjármálastjórar en bókarar líka, þú veist þetta hjálp, þú veist þetta eigur skilvirkni bókara leyfum mér að segja 50-90% að vera með þetta kerfi fjármálastjóra á hinum endanum, bókar á hinum endanum allir glaðir, allir glaðir Helm's Gate are open Hvað sagður þau? Helm's Gate are open Já, þið heyrið það farið inn á Sími Pay Manstu ekki eftir því, eða? Nei, er þetta að tala Helm's Deep úr Lord of the Rings? Já, Helm's Gate var, þú veist, hurðin inn í Hétta Helm's Gate? Já Nei, ég held ekki Helm's Gate was the entrance to the deep gorge of Helm's Deep Ég googlaði þetta til að vera viss ok, flott Helm's Gate are open, það er bara þannig Það er bara Sími Pay, Helm's Gate are open En hérna, byrju, hvað ætlaði að segja? Ég var að fara að segja eitthvað Og alveg slóst mútið að læginu þannig Já, fyrir ekki Ég man það ekki En allana, Sími Pay Þið getið googlað bara Sími Pay og þá farið þið beint inn á skráningasíðuna Þið viljið alls ekki missa þessari lest því að hún komin á stað að bylting Herðu, fyrsta dæmið sem ég ætla að taka hérna er Burger King og sko, þessi skandalar þetta er marketing skandal og þetta er sko þetta er hérna þetta er svona, það er ákveðið þema í þessu og fólk mun átta sig kannski á því en byrjum á Burger King, fyrsta dæmið Þetta var alþjóðlegum baráttudegi kvenna árið 2021 Ok, þetta er nýlegt Þá sendi breska Burger King út tíst sem að byrjaði á orðunum Konur eiga heima í eldhúsinu so, Women belong in the kitchen Og það vakti eðlilega mikla athygli Sér í lagi vegna Sér í lagi vegna þess að tísti stóð bara eitt og sér Burger King, blái markeri og bara women belong in the kitchen Ok Hvað sá markastjóri að gera í dag? Það sem var náttúrulega margir sáu ekki var að það fylgdi þetta fleiri tíst á eftir Var þetta svona þráður? Já, þetta var svona þráður eins og já. En þarna var ekki komið emojiinn þráður, sko, þannig að þú veist, þetta var bara women belong in the kitchen, punktur og búið, sko. Hvað allir öfga vinstramennir hafi sagt? Já, það er alltaf verið vitlaust, þetta var náttúrulega, herru, hringir síminn hérna, því að þetta er náttúrulega, tísti sem var væral, sko. Já. En það sem margir sáu ekki, einmitt, var þetta að fylgdu fleiri tísti á eftir og í þeim var einhvers konar vitundavakning á nýrri námsstyrkja áætlun sem átti að hjálpa konum að mennta sig í matreiðslu og minnka kynjabil í veitingageiranum. En eins og ég sagði að það stoppuðu flestir handan við þetta fyrsta tweet og en jafnvel þeir sem að lásu öll 3 tístin sáu þetta bara sem klaufalega tilraun til að heiðra þennan ágæta dag og að lokum þurfti Burger King að eyða tístunum og byggjast afsökunar. Þannig að þetta var gott, ég man eftir þessu sko. Já, og sko einmitt, en það því miður fer ekki sögum það hvað varðum blessaða markastjórun. Ég fann það allavega ekki, ég hafði ekki upp á því. Má ég sjá, Burger King, women belong in the kitchen. Það stendur hérna, campaign. Ég skal finna það. Já, finnur út í. Næst, Audi. An important decision must be made carefully. Og dæmi 2. An important decision, mikilvæg ákvörðun verður að tekin með varúð. Með varúð, já. Þú verður að þýða svona. Já, en þetta er sem sagt misheppnað auglýsingaherferð frá Audi árið 2017. Sko, auglýsingi var sýnd í Kína. Og þar sjáum við brúðkaup þar sem að brúðurinn og brúðguminn eru alveg í þann munda að lesa upp heitin. Þá kemur móðir brúðgumans hlaupandi upp á altarinu til að skoða brúðurina. Og þreifar á henni allri, nefinu og togar í eyrun og skoða munnin og svona eins og sé einhverju gæða eftirliti, sko. Og svo loksist þegar móðurinn samþykir brúðina, segir maður það ekki. Þá anda parið svona léttar, eitthvað svo, og ætla að fara að halda áfram. Þá svona snýr móðurinn sig við. Og virðist taka eftir að hún sé flatbrjósta eða með lítil brjóst og þá helur brúðunni svona á sér bringuna og eitthvað svona æpir einhvern veginn. Ég er búin að horfa á þessu auglýsingu, það er mjög erfitt að svo breytir senan sem bara yfir í rauðan Audi sem þeysist göturnar og kallmannsrödd segir An important decision must be made carefully. Og hugmyndar baka þessa herferð var sem þetta að kynna bara vandað eftirlit með notuðum bílum hjá Audi.
og þessi auglýsing fekk náttúrulega mjög hörð viðbrögð fólki allan heim og margir sögðu hún væri bara einhvers konar svona hlutgerfing á konum og líka að það væri verið að líkja konum við bíla og harkalega viðbrögð og hvað séu? Ég þarf nú að draga allt fram en ok hvað séu að? Eins og að með ekki líkja konum eða köllum við bíla einmitt, meðan það er svona dólið langt ekki en þú veist þetta Twitter og Weibo sem náttúrulega hann að kínverska er ekki kínverska Twitter eða Facebook eða svona og svo þetta ógeðslegt og margir kvöttu til sniðgöngu á vörumerkinu og allt og eins og oft við gerast þegar samt, þú veist, svona hávær minnihluti hvetur til sniðgöngu á einhverju þá jógst salan heila 18% frá 2017 til 18 í Kína á Audi þannig að þrátt fyrir að Audi hafi beðist afsökunar og dreigið auglýsingunum tilbaka og svo sögðu auglýsingunum ekki samrýma skildum fyrirtækisins á nokkun hátt að þá má líta á það sem svo að þessi markaðsherferð hafi bara hefnast ágætlega jökuð þetta vissi hlutdeild og skemmtilegt, ég er búin að vera að hlusta á sögustofnáta Red Bull framan af eyddi hann helvítis hellingspúðri bara í svona PR-dæmi bara át af því hann sagði bara, þú veist, ef maður bara alltaf í umræðinni þá ert að auka sölu og það var einhver þú veist, framan af einhverja sérstaka markaðsherferðir eða eitthvað eða samkvæmt því sem ég var að heyra sko. en svo náttúrulega en þú veist, ég meina, einhverju tala all publicity is good publicity sko. En þú veist, ég meina ok, þetta er þetta fárlega auglýsing, skilur, ég er ekki að segja það en það vill oft þannig vera að, þú veist, þeir sem láti í sér heyra bara, þú veist, þetta er mjög lítið hluti, skilur fólki sem hefur kannski bara enga skoðun á þessu Herru, næsta mál H&M, coolest monkey in the jungle svalasti apinn í frumskógin mjög gott, þá skil ég þetta árið 2018 var fatakeðjan H&M fyrir mikilli gagnrýni eftir að hafa byrkt auglýsingu þar sem ung barn, svona örugglega 3 ára, dökkt á hörund, klæddist hettupeysu með textanum Coolest Monkey in the Jungle og þetta orðaval vakti mikla reiði en það voru netverjar fljótir að stökkva á það áleituna hér værum kynþáttaníða að ræða út af stráknum, hann var sem sagt dökkur og hörund dökkur og hörund, já, ég man líka þessu og það var upp í fótur og fitt og frægir einstaklingar eins og The Weeknd og svo einhver G-Eazy sem ég veit ekkert hver slítur samstarfi við H&M hann er sko ógísla frægur G-Eazy ekki heldur en þau voru þarna hallega gagnrýnt fyrir þetta uppátæki og sjálfsögðu baðst fyrirtæki afsökunar opinberlega og fjallaði auglýsinguna tafarlaust sko þrátt fyrir samt að foreldrar drengsins, þau stigu fram opinberlega og sögðu að auglýsingin, þú veist, að þau liti ekki á hana sem rasíska, sko. En þetta bara barn í peysu, sko. Já, ég man eftir þessu, já. Þannig að það var ekki nóg að þau myndu stiga fram, þú veist, og það er þetta fólk sem verður reitt fyrir hönd annarra sem ræður, það virðist vera. Já, þetta er jável þó að fólki sem standi barninu næssi er bara ekkert reitt, sko. Já. En í kjölfar þessa, þetta hlaut farsælnendi. H&M réð fjölbreytileika fulltrúa eftir þetta atvik. Já, frábært. Þannig að allar markaðsherferðir enda þar. Já, málun er setluð. Það er númer 4, Dr. Pepper, It's not for women. Þetta er ekki fyrir konur. Já. Og einhverju fann að sjá svona þema í þessu. Það er bara, ef þú vilt vera með einhvern skandal, þá er að gera hlutgerfa eða niðurlega konur. En þú veist, já, en þetta sem að maður ánáttúrulega alls ekki gera. Nei. En sko, Dr. Pepper 10, þetta var drykkur sem var markaðsettur sem 10 hitaeininga gosdrykkur og sérstaklega ætlaði köllum með þessu slagorði ekki fyrir konur. Sorry, hann að Monkey drasli, hvenær gerðist það? 2018 held ég. Já, ok. Sko, drykkurinn var hérna í gráleitum umbúðum og auglýsingaherferðin var full af kallmönnum bara í hasar og svo var stofnuð Facebook-grúpa sem einungis kallmenn höfðu aðgangað og eitthvað svona og fleira bara svona kallastönd, sko, alls konar drasli í kringum þetta. Og vakti mjög hörð viðbrögð, sérstaklega frá konum, eðla sem að sögðun að vera bara sexist og þrátt fyrir það var bara markmiðið hjá fyrirtækinu að vera bara léttleikandi, skilurðu bara og en herferðin fekk svona blendnar viðtökur en til gamans má geta að konur stóðu undir 40% af neyslu drykkjarins at the end. Já. Hvernig sem það var mælt, sko, en
Munurinn hér og allstaðar annar staðar að Dr. Pepper baðst aldrei afsökunar á þessar auglýsingu. Þannig að en drikkur liði og sko hann spækaði í sölu, hann var fáránlega vinsæll eitthvað svona 2012, 13, 14 sýndist mér. Bara núna, síðast 3-4 ár. Nei, hann lifiði góðu lífi til 2021. Þessi drikkur? Já, þessi Dr. Pepper Only for men. Tan, já. Hann hér Dr. Pepper 10, þess að 10 hita eininga góðstrykkur. Ég hef mikið hugsað þetta hvort þú ættum að gera dýpind og pingjan bara gaurar. Sjá hvurslags umfjöldum það væri ekki Herru síðast en alls ekki síst það er Dove og það er í rauninni ekki beint neitt slagorð í þessu en ég vildi svona koma inn á þetta því að það var sko hashtag sem var búið til sem heit Done with Dove eftir þetta þú getur ímyndað þér sko og Úr með dúuna já, snirtifurinn sin Dove í þessari auglýsingarherferð hún er frá 2017 og byrtuði 30 sekúndna myndband á Facebook þar sem að 3 konur af ólíku þjóðurnum skipta ból og þannig koma næstu konur í ljós leið og þær fara, þú veist, úr og hugmyndin var þarna með góðum vilja að fagna fjölbreytileika og sína að Dove líkamsþvottur væri bara fyrir allar konur en auðvitað var auglýsingin fljótt túlkuð þannig að svört kona breyttist í hvíta konu eftir að hafa notað líkamsþvottið þeirra þannig að einhverjum fannst að netverjum fannst fyrirtæki verið að gefa því skín að svarta konu væri skítur en hvíta konur þannig að þú veist sko, já Hvað finnst þér? Var það þín túlkun? Nei, ég meina, ég hef aldrei spáð í þessu Þú veist, það er nefnilega málið, ég bara enginn myndi spá í þessu en þú veist Já, einhverjir, en ok Þú veist, það er bara tilviljun að hvít kona koma eftir svartri í þessar auglýsingu held ég, sko, en hún var kölluð óviðeigandi auglýsingin og rasísk og margir neytendur ákvað sniðganga vörur Dove í kjölfarið og var til þetta myllumerki Done with Dove og Dove brást mjög hratt við fjarlæði auglýsinguna baðst afsökunar með yfirlýsingu á Twitter þar sem við viðurkenndi að hafa klikkað á því að sýna konur af lit með nægilegri virðingu Hvenær var þetta, segirðu? Þetta er 2017 ok og bréfin í Dove eru búin að vera helvíti græn Já En Dove gaf í kjálfarið út þessa yfirlýsingu og þrefaldast frá þessu það? 5600% all time bara á einhverjum 30 árum en þau lofuðu að endurskoða innri ferla til að koma í veg fyrir að svona mistök gerust aftur í framtíðinni bara svo við vitið það en já, þetta voru margar skandala en þetta var skemmtilegt ég verði að koma með eitt svona bónus og það er ekki beint í þessu þema en ástæðan fyrir því ég fekk sko hugmynd að þessu lið var að ég sá Facebook eitthvað svona og ég fór að skoða það nánar það var sett á laggirnar nefnd í Skotlandi sem starfaði held ég hálft ár til að finna nýtt slagorð fyrir túrista svona Skotland eitthvað svona eins og bara ég meina hvað getur að vera á Íslandi hvað eru við ekki með eitthvað svona slagorð sem var hann eitthvað Get Lost in Iceland Get Lost in Iceland eitthvað þannig það eru 170.000 pund eitt í þessa nefndarsetu og hugmyndavinnu og allt á hverju heldur það hefði endað? Don't come to Scotland Welcome to Scotland það er ekki og þú veist þetta er svona öðruvísi markaskandall skilur en þetta voru 170.000 pund slóti gegn eða? Þetta stendur bara einhvern skiltum annars skilur þetta er bara Welcome to Scotland, já, flott en ég held nefnilega að normenn sé að slá í gegn núna með einhverja herferð sem er Don't come to Oslo, it's so boring here og eitthvað sem á þá að vera einhvers kalltennis heyrtu það? Já, ég held að það sé standandi ekki farið til Noregs en farið á Jómfrúna ég held ég leiði mér að segja það farið á Jómfrúna þú ert hlustandi góður orðin og sett til að bókum jólin líklega en það borgar sér samt að vera á vaktinni sko en þú veist þetta er bara spurning að setjast þarna niður í einhverju hádegi fáða líka 2 Carlsberg með rauðsprettu eða ekki rauðspretta timbraðamannsins það er mín ráðlegging til þín Ég held að það besta sem þú færð sem er norskt af Jómfrúnni það er alltaf ágavitin Já, ég er ekki mikill ágavitismadur ég er bara viðkynna það þú veist, bjórinn besti er danskur kallarinn Já, sjálfsög Carlsberg 0,0% Rauðspretta flestir réttir fundu upp í Danmörku en ágavitið á sterkar rætur í Noregi Það er bara staðan, heyrðu Þið heyrðu það, Carlsberg og Jómfrúin sittist þið niður þar og þið gætið heyrt út undan ykkur stóra samninga við í bígerð þarna Þetta er miðstöð samningagerðar og viðskipta á Íslandi eins og við erum margoft komið inn á og við þökkum Jómfrúnni kærlega fyrir og sömuleiðis Carlsberg
Ekki svíkja feður ykkar. Hvað? Herru, ég gleymi þess alltaf. Þetta ætti að vera slagur Karlsberg. Já. Ekki svíkja feður ykkar. Don't fuck your father. Don't fuck your father. Herru, ok. Herru, ertu nikkari? Já. Þú ert nikkari? Já, það ekki bara. Þungur eða? Já, það ekki bara. Jú, herru, þú ert í Nike sko. Já, það nikkari? Já. Ég var að velta þessu fyrir mér. Sko, ég með því líka romsu Nike. Og ég var aðeins verið að fylgjast með umræðinni. 28. júní síðastliðin birti félagi uppgjör fyrir annan fjórðung. Gengi fjall held ég 24% degi síðar. Ég held 20-24%. Bréfin hafi ekki verið lægri síðan 2021. Varstu að ljúga þessu? Nei. Ég las pistil sem að fór væral á LinkedIn í vikunni sem var fyrirverandi markastjóri Nike að urða yfir fyrirtækið og núverandi stjórnendur. Give me the tea. Já, og ég með tvíþáttagreiningu. Ég eiginlega búin að beinþýða það sem markastjórinn sagði. Guð hjálp okkur. Sem mjög áhugavert. Já, Guð hjálp okkur. Þetta er vélræn þýðing. Addi byrjar að þýða sig. Og númer 2, að þegar ég tek eftir þessu, eitthvað svona, já, kannski maður að fara að fjárfesta í Nike. Kemur ekki My First Look at Nike frá Whitney Tilson, mínu manni. Þannig ég er búin að fá 3 greiningapósta frá honum í vikunni, sem síðustu viku. Og ég ætla að vera með stutta samantekt á því og hvort að menn sé að fara þungirinn í Nike eða ekki á næstu missurum. Ok, lát heyra. Sko, sagan byrjar þannig, árið 2020 tekum við nýr forstjóri sem var Tech Jeffsy. Það er að segja Nike, eitt þekktasta vörumerki í heimi. Og segir vörumerki út því að þekkt bara fyrir markasnilli og vörur og skó og línur. Sennilega bara í alvörunni eitt, bara stærsta svona brand heims. Þeir ráða tækni Jeffsan John Donahoe. Stuttu seinna eða svona loknum svokallum World Tour þar sem hann fer helstu bækistöða Nike heiminn og kíkir á þrælavinnsluna þarna í Kína og nei, tjók. Það er allt búið. Það var nú eitt skandall. Það var skandall fyrir 20 árum. Er það búið sant? Nei, ég veit ekki. Ok, höldum áfram. Þegar hann búið með hennar túr þá sendir hann e-mail á allt sitt besta fólk sem var a.k.a. bara allir innan Nike tilkynnti nokkrar breytingar. Kæru nikkarar, this is what you asked for. Á íslensku, mástu? Já. Þetta það sem þið báðuðum. Já, eða þú veist, þetta byrjaði á Dear Nike fellows, this is what you asked for. Og svo nefnir hann breytingarnar. Núna á næstunni munum við tortíma, a.k.a. leggja niður, ákveðna vörulínur og strúktúr innan félagsins. Það á meðal deildina sem sjá vörumerkið, brand, vöruþróun, product development og sölu. Og það áhugaverða hér er að hann var að taka ákvörðun að straumlínulega frekar allar deildir og það var farið þetta orð straumlínulaga og það var farið að segja 100 upp þar á meðal innan þú veist þessara strúktúra voru þróunar þá held ég sérstaklega voru deildur eins og fótbolti, körfubolti, tennis hafnabolti, þú veist þetta var alltaf strúktúra eftir ef þú hefur séð myndunum Jordan þá er það bara körfubolta deildin að plotta hvernig þeir eru að vaksa hann sem sagt þessi gæði tekur bara og eyðir þessu þú ert basically með það sem bara svona sér framkvæmdastjórn yfir því hann segir bara enough of this shit leggið það niður og basically allir sem hefur sérhæft sig í íþróttunum sem þeir voru að reyna að selja fyrir sagt upp í staðinn var lögð áhersla á konur, kalla og börn það vátt að vera ný áhersla fyrirtækisins þetta fer svo líka svona í grunninn gegn grunnmarkmiðum Phil Knight stofnanda sem var alltaf með þá policy að ef þú býr til bestu vöruna fyrir íþróttamannin í hverju grein fyrir sig þá kemur neytandinn í kjölfarið en þarna þessi nýji forstjóri einhvern veginn vill straumlunlega og breyti þessu hann vill leggja ríka áherslu á fjölskyldulífið já þú veist bara heyrðu ef þú skyndilega fann að framlega skó fyrir konur þá ert að keppa við milljón aðra skóframlegendur sem er að framlega skó fyrir konur eða kalla en þeir voru með edgið þarna og þetta er náttúrulega allt frá þessu markastjóra sem ég er að beina því forstjórinn held svo áfram Nike mun verða D2C fyrirtæki direct to consumer og enda áherslu á heildsölu sem var wholesale leadership stærsta sölukanall Nike bara síðustlegin 30-40 ár hefur verið wholesale þar að segja þeir selja byrgjum sem selja út í búð okkar maður vill breyta því hann vill að Nike.com verði stærsti sölukanall fyrirtækisins Mér finnst það undarleg breyting samt já, ekki eitt það en í gegnum tíðina hefur Nike lagt eins og ég segi áherslu á heildsölu og verið búðum nýja stefnan sem var tekin var þessi fókus á D2C
og gera það að stærstu sölur á fyrirtækisins. Þannig að kerfislægt þá byrja þeir að segja upp samningum bara ákveðna skólínur og fleira við Birgja. Þeir byrja að losa sig við Birgja á ákveðnum stöðum og þeir byrja að beina premium vörum inn á Nike.com en ekki, þú veist, út í búðurnar. Þannig að til þess að fá einhver ákveðna, kannski Jordan skó eða annað, þá þurftir að fara inn á Nike.com. Markmiðið var göfugt. Þeir vildu hafa fulla stjórn, vera fully digital og það átti alltaf að vera mælanlegt og meiri framleitt. Þú veist, ég skil það, þú ert að taka einhverja byltingakennda ákvörðun hérna sem að gæti mögulega verið framtíðin að bara allt verið komið á netið í daginn og þeir eru fyrstir eitthvað með þá pólísíu að þetta helvíti róttækt. Já, og sko það helvíti róttækt. Og sko, við erum að tala með Heildsal og Birgja sem hefur unnið með þeim í áraraðir fengu fingurinn. Ok, hann hélt áfram, ég held áfram með bréfið. Nike mun breyta markaðsmódelinu. Við munum miðstýra öllum herferðum og allar ákvarðanir koma semst úr þessu Central Department. Herferðir verða hérna af stafrænar svo hægt sé að mæla þér. Það er að segja þátti ekkert að vera sem ekki var hægt að mæla. Þú veist, hann er basically að reyna að gera eitthvað byltingakent þarna bara. Já, svo er ég með hérna 3 liði til að greina. Hvað var það í þessum djörfubreytingum sem svona gagnrýnivert? Og það eru dæmi. Til skamms tíma virkaði þetta mjög vel því að það skall á COVID. Og þeir nýbúnir að skipta yfir að vera einhver netsölu og áttu fullt af birgðum og gátu selt á netinu. Netsalan jókst og jókst. Svo gerist það á 3.4.2021 að það taka eftir að það er mikil birgðasöfnun. Birgðir eru bara að vaxa og vaxa og vaxa. Og þeir nefna þetta séu undarlega vaxtaverkir í uppganginum því að Q1 2021 þá voru þeir með 6,5 milljarð í birgðum sem átti bara að vera svona eðlilegt. Ári síðar var þetta orðið 8,5 milljarður sem satt búin að bæta 2 milljarða bandaríkjadollara birgðir á milli ára og 6 mánuðum síðar var þetta komið í 10 milljarða dollara. Það sem er að gerast hér er að stjórnendur þessa nýja kerfis með netsöluna höfðu ekki séð fyrir sér hvernig módelið átt að fungera í allri virðiskeðunni við að breyta frá því að vera að selja bara út í búðum og ætla að selja allt sjálfir. Þannig að þeir enda á því ætti að vera samt að fyrsta sem þú hugar að þú ætlar að byrja að selja allt í gegnum sjálfa þig bara byrðastöðu sko. Já, og svo lendaði náttúrulega líki því að þú einhvern veginn fannst þér eins og COVID myndi aldrei enda og dyrði alltaf netsala þannig að þeir eru bara pant og framlega meira en á endanum fatta er bara, heyrðu, ok, byrðir eru bara safnast sem að hefur það í för með sér að það verður mikil hríð afslátta til þess að fara að losa þessa byrðir. Já, en byrju nú aðeins, ég ætla að fá að stoppa þig því að ég ætla bara að reyna að ná sönsum í þessu öllu saman. Eru þeir þarna eru þeir væntanlega ekki, þeir eru ekki ennþá búnir að því að kötta á heildverslun því að ég minna það eru ennþá verslanir sem selja þetta bara á Íslandi. Nei, þeir köttuðu ekkert alveg en þeir byrjuðu að miklu leyti að byrja að reyna eins og ég sagði, premiumvara, skór sem að en það er endgólið þeirra að þetta sé bara á netinu, ekki í neinum búðum. Nei, sko, endgóli var í rauninni að þetta yrði númer 1, stærsta sölurásin og hæsta framleiðinni að koma þarna. Okay. En hluti af sögunni er að þetta fari að býti hælan á þeim upp á það að þeir vannmátu hversu mikið þeir gátu selt út í búð og hvernig neytendur nálgast skó. Hvað hefur oft keypti skó á netinu og svo framvegis. Aldrei. Sko, í Excel-skjali er allt hægt. Neytendur eru bara neytendur, varan er bara varan, þú fer bara á netið og kaupir hana. Nei, það er ekki alveg svo. Því að neytendur í lok COVID byrjuðu að fara aftur út í búð og leita skóm. Og þegar Nike var ekki til sölu sem þeir ætlaði að kaupa þar þá keyptu við bara aðra skó sem að búðum mælti með. Og þetta gerði að verkum að New Balance, ég er í New Balance. Út ballari. Já, það er nýtt, bara ég tók eftir þessu. Ég fór í skóbúðum daginn og það var ekki Nike, þannig að þau mæltu með New Balance. Ég keypti þessa í London í fyrra, Nikkara. Já, Hoka og On og fleiri skóbrönd hafa verið að éta markaðshlutdeild af Nike út af því að þau eru bara ekki með presens í ákveðnum búðum sem voru. Þetta er svakalegt. Af hverju hefur enginn skrifað frétt um þetta hérna? Hérna heima? Já. Ég veit ekki. Þú ert fyrstur með fréttunar. Sko, en annað sem að flesti þekkja, þá er verð mjög mótandi breyta í kauphöðun. Og sérstaklega á netinu, það sem er svo auðvelt að vera í rannsóknarvinnu með að, þú veist, að bera saman verð. Þau átta sig á því að þegar Nike-skotnir voru bara $200 út í búðu eða eitthvað, þá var ekkert sama svona verðvitund með það hvað er kostuð. Þú fórst bara og varst að kaupa Nike-skó. Og þú keyptir að þú ert komin í búðina og þeir kosta kannski $40 meira en næsta. Þannig að þau byrja að lenda í því að þau eru að lenda í miklu meiri verð samanburði heldur en hafi verið áður. Auk þess var birgðasöfnunin orðin svo mikil að fyrirtæki greip til þægilegs ráðabrugs. Afslættir.
Svartur fössari byrjaði sem Dagur. Það getur verið öflugt tól til að minnka byrðunar. Svartur fössari byrjaði sem Dagur, varð fljótt að vikum og mánuði til að losa lager. Og Black year bara. Já, hann segir hérna markastjórinn gross margin eða hvað er ekki, bara framleiðin, brúttó framleið Nike lækkaði úr 46% milli ára í 43,5%. Þetta er tæplega 250 punktar að vinna við ári, 5,43% lækkun á framlegð. Ekki stór tala per se, en ef þú ert að selja fyrir 51 miljard bandaríkjadollara á ári, þá var þetta cirka 2,5 miljardur bandaríkjadollara. Að lokum, að lítur út fyrir að Nike hafi COVID tekið afdrifarík mistöku og fallið frá stefnu sem hafi gert fyrirtæki að markaðsleiðtoga árabil. Út af því að markaðssetningin varð núna öll svona vélræn og varð undir netmarkaðssetningu. Já, þú veist, þarna gamla góða varð undir þessu sem átti bara að gerast á netinu. Og þeirra, hann vill meina sko áherslan fer úr því að búa til eftirspurn í að viðhalda eftirspurn. Það er að segja nýji forstjórinn með að leggja áherslu á members inn á Nike.com að hann tapaði helviti miklu á því að það er þekkt fræði að geti kostað 3-4 sinni meira að fá nýjan kuna en viðhalda gamlum kuna. Það sem þeir tók ekki með inn í myndina var hversu margir að þeirra kunnum komu í gegnum heildsöluna eða búðurnar. Þannig að þeir byrjuði að missa miklu fleiri kuna en þeir gerðu ráð fyrir. En þetta átti alltaf gang út af það. Þegar þú ert búin að versla á Nike.com þá heldur þú bara áfram að versla þar. Ég er bara í sjokki. Þetta er hrikalega bold move sko. Já, svo er hérna gera þetta. Lokapunkturinn, vélræna markaðsherferðir á kostnað tilfinninga og dreifingar. Forstjóri Nike, bakgrunn tæknigeranum vildi mæla allt. Þar af leiðandi var herferðin sem illa gekk að mæla hent fyrir netauglýsingar og þar var það bara impressions, klikk og kaup sem eruð aðal keppikeflið. Og þarna vilja menn meina að peningum hafi verið hent í það sem virkar verð en er auðveldara að mæla á kostnað þess sem virkar en er illmælanlegt eins og bara að sitja á billboard eða hvað það er. Sko, þetta var skrifað upp úr bréfi markastjórans sem er fyrirhundandi og það hefur alveg verið umræðan það að hann er náttúrulega mjög biased. Hann er einn af þeim sem var rekinn. Var þetta LinkedIn póstur? Þetta er bara LinkedIn póstur. Ég get kannski bara fundið nafna á honum og þið getið sendt mér að þið vilji finna þetta. Þetta er áhugaður póstur. Mun betur skrifaðar heldur nýja þýttan. Sko, lítum núna aðeins á bréfin. Nike fór á markað 1980 á $20. Þeir eru búin að fara 7 sinnum í 2-for-1 stock split. Það þýðir að hvert bréf í upphafi er á við 128 í dag. Það gerir IPO price upp á $0.17 adjusted, ekki 20. Þannig að 2021 í nóvember, þegar þeir eru á $170 bréfin, þá er Nike upp $1,000 á tæplega 40 árum. Nei, 1000%. 1000%. Það væri 0.17 adjusted. Adjusted með við þessi 7 2-for-1 stock split. Hér kvóta ég til svona. Ég hafði ekki... Þetta er 485x. Já, en sko... Verðið í dag? Já, hann segir 1000% upp sko og tekur 0.17... Já, með við verðið í dag og það er búið að lækka sig hann aftur örugglega. Hann segir hérna, fyrir upp í $170, bréfin er upp 1000% með það, þá er hann ekki að taka með inn arðgreiðslurnar, dividends, sem að gera þetta einu bestu betti í síðustu 30 ára ef þú hefði viljað veðja. Sko, svo núna, 57% niður síðustu 3 ár og hér byrja greiningin hans. Horfum á síðustu 10 ár, þá byrjaði net income að dala 2016 til 2019. Það er að segja að þú veist, tekjur voru áfram í vexti, tekjur hafa nánast bara alltaf aukist, en operating income, þú veist, það var eitthvað högg á 3 ára tímabili sem verður síðan til þess að þeir bara fari í breytingar á yfirstjórn og nýji forstjórn kemur inn 2020. Strömlínu lagaði þetta? Já, svo fer hann í það. Hann síðan nær stórkostlegum árangri þannig þessi fyrstu 2 ár í COVID út af því að netstrategían virkar meðan að COVID er í gangi og þú mátt ekki fara til búð. Hjá þeim, þá má benda hérna capex á ári er bara einhver $1,000,000,000. Það er ekkert meira sem fer í fjárfestingu per se. Á meðan að cash from operations er 57 milljarðar á ári, a.k.a. það vellur cash úr félaginu. Arðgreiðslur hlutfall er í kringum 2%. Svo gerist það að þeir taka lán í COVID til að halda áfram í stock buybacks sem hafði aðeins áhrif á kaststöðuna. Þetta eru margar tölur, lítill tími. Sko, long story short, operating income fer niður 6,6%. En verðið á félaginu hefur droppað 57%. Já, síðustu 3 ár. Já.
Eitt stærsti faktorinn síðan núna við síðasta uppgjör að stjórnendur komu með frekar lélega spá fyrir næsta ár. Það að greinendur voru bara eitthvað, við vitum ekki hvort séu neikvæðir eða heimskir, hvað að gerast og þau virðast ekki hafa mikið traust. Engu að síður virðist umræðan svona ef maður fyrir að lesa núna Nike snúast hvort þetta sé aftur að vera álitlegu fjárfestingakostur. Og í gær, þar sé að 14. ágúst, þá fór Bill Ackman inn í Nike og hann þekktur. Þegar hlustendur hlusta þá þetta samt lengra síðan. Já, þess að sagði 14. Og Bill Ackman þekktur aktivist investor. Þegar hann kemur inn, hann sest ekkert í stjórn út í hotn og að södra vatn á fundum. Hann vill breytingar. Og minn maður Tilson, sem á heiðurinn af flestur research, hann segir, þetta on the watch list, en hann mun ekki kaupa fyrir að þessi stjórnandi verður rekinn. Það svoleiðis. Þannig að hann heldur ennþá á velli. Já, stjórnandinn ekki farin ennþá, en umræðan núna snýst að Bill Ackman væntanlega mættur inn til að gera breytingar og ná Nike aftur til forna fræðar. Hann ekki komin í stjórn eða? Nei, hann bara byrjar að kaupa. Það var verið að birta einhverja stöður sem hann búin að taka. Já, hann kaupir 3 milljón hluti sínst mér. Já, ég veit ekki hvort það voru langt eða hana, mér finnst bara skemmtilegt. Ef þeir að fjárfesta erlendis, spáði í Nike. Já, þetta mjög góð punktur. Ég meina, Nike, þetta eitt frægasta brand bara heims. Svo líka annað áhugavert í þessu, með hennar markastjóra, hvað hann að beintengja ákvarðanir stjórnenda við tölur í rekstrinum, eins og bara hvernig framleiðin droppar út af birgðasöfnun aukast út af því að þeir voru ekki búin að gera áætlanir með netsöluna. Þannig að, já Birgðastýring, þetta skiptir máli. Já, það gerir það. Og var þetta í boði Teija eða Origo? Teija, þeir báðum þetta. Þeir bara, hvað að frétta Nike? Já, þau vildu að vita það Teija. Það bara mikli nikkarar þar. Nike skorum alla ganga og þjónustan upp á 10. First prosenta, alltaf support. Já, Íslands support líka. Það ekkert verið að strömlinu það. Ég svo feimin á ensku, þannig að ég fagna því að geta bara tjatta við þau á íslensku bara. Mikilsmunur. Beinustu leið. Hreistiði mér, ekki fara í aðra greiðslumiðlun heldur en Teija. Ætli Nike sé með Teija sem greiðslulausn í gegnum síðan á sér? Það er bara ekkert ólíklegt. Nei, það er alls ekkert ólíklegt. Þið heyrið það, föst gjöld og góð þjónusta. Ég þarf ekki að segja mér, það hinn heilaga tvenna. Föst gjöld og góð þjónusta. Já. Allt í bóði Teija. Herru, ég ætla að vera með ris og fall fyrirtækja. Skemmtilegt. Þetta samt það ekki eins og ég sé að fara að þræða alla söguna. Þetta eru svona stuttar umfjallanir. En númer 1 á blaði Pan Am. Þetta merkið sem að þú mögulega kannast við, flugfélagið. Já. Sem að hefur ekki verið til í rúm 30 ár. Já, eitt af mínum uppáhalds. Já, þetta var svona örugglega eitt af helsta. Þetta var alltaf notað í bíómyndum og svona, þú veist, Pan Am, þetta er einhvern veginn svona on top of mind. Já, ég kveikti strax við þetta á flugfélag. En Pan American World Airways segi ég, það var eitt stærsta og þekktasta flugfélag heims á gullöld flugsins árunum 1950 og 60, svona, þú veist, þar í kringu var svo sem þekkt alveg löngu eftir það, en það tala að gullöld flugsins hafi verið þarna 15 og 17 áratugnum eitthvað. Afsakið, ég að hósta dóldi hérna. En það var þekkt fyrir framúrskarandi þjónustu og nútímanlegan flugflota eins og já, þú veist, nútímanlegur flugfloti á þeim tíma, ekki eins og við þekkjum það í dag. Nei. Það var arbætt leiðakerfið þarna yfir Atlantshafið. Nú, það var milljandi hagnaður hjá þeim á þessum tíma. Svo árið 1973 þá kemur skellur. Þá hækkaði olíuverðin 400%. Þetta var svokallað Oil Crisis of 73. Já. Og það hafði náttúrulega, eins og við vitum, gífurlega áhrif á rekstur félagsins og bara í rauninni á öll flugfélög. En þarna hefur náttúrulega með það að gera hvernig þú ert varinn og annað. Hversu vel þú ert dreifður, en flugfélög eru náttúrulega langmest háð þetta olíuverði. En þau urðu sérstaklega illa úti vegna nýkeifts flugflota sem notaði meira eldsneyti heldur en eldri flugvélar. Þau voru í rauninni búin að kaupa þarna glænýjan flota sem að notaði meira eldsneyti heldur en áður þekktist. Og þetta olli miklum fjárhagsvandræðum sem þau náðu þó að yfirstíga. En svo gerist árið 1988 að vél frá þeim var sprengt yfir Lockerbie í Skotlandi. Heyrðu, já, og það fórust á 300 manns þarna með vélinni og það leiddi náttúrulega til stórfellds bara svona ímyndunarskaða
og fullt af málaferlum og alls konar auðvitað og maður einmitt ímynda sér sko þetta hefur auðvitað talsverð áhrif bara á flugfélag ef að flugvél hrapar sko ekki, það var einhver með sprengjum borðarna sko það var rauninni ekki þeirra sök þannig sko þau brotlendin ekki en ef það hengur vél frá Vá já, bara farist það hefði stytt líftíma Vá sko já, ICR.com en þú veist þetta hefur náttúrulega talsverð áhrif en Malaysian Airlines lifir ennþá góðu lífi sko það er ótrúlegt en svo var síðasti naglinn í kistulokið þegar það ekki vélinn sem bara hvarf? Jú hvernig getur þú treyst því flugfélag? Já, ég veit það ekki sko ég er nú á leiðin til Malasíu, ég þarf að afpanta þetta Ertu að fara til Malasíu? Ég bara spáði ekki til svo síðasti naglinn í kistulokið var Persaflóastríð sem hófst árið 1990 og þá hækkaði eldsneytisverð aftur á ný og enn frekar og þar að leiðandi bara gat Panam ekki staðið lengur undir kostnaðinum ennþá í málaferlum og að díla við flugslýsi frá árinu 88 og sóttu svo gjaldþrot í janúar 1991 og þannig fór sjóðferð þá Panam á hundavaði en lærdómurinn hvað getum við lært af þessu? Hedgi ykkur þetta, fokkin flugrónandi Nei, þetta er náttúrulega bara ástæðan fyrir að okkur flugbransin er þú veist svo ógeðslega viðkvæmur að hann reiðir mestmagnis á hrávöruverð og olíu þetta geta flugfélagin varið sig og allt þetta en þú veist þau eru rosa háð olíu það er bara þannig herru, númer 2, Blockbuster við þekkjum það nú já, skemmtilegt þetta er nafn sem að flest ætti að kannast við sko sem eru eldri en 25 bara eða eitthvað sko málega, ég hef upplifað þetta ég var út í Bandaríkjónum þegar þetta var ennþá í gangi sko að það voru allir með eitthvað svona það voru á DFD sko bara Blockbuster eða Netflix var náttúrulega sama á þessum tíma en þú veist Blockbuster var náttúrulega leiðandi á þessum tíma í spólum, DFD-diskum, tölvuleikjum líka voru með 9.000 verslanir allan heim og á hátindunum árið 2004 hafði fyrirtæki tekjur upp á $5,9 miljardar en hins vegar voru náttúrulega þessar netveitur að aukast og tækifæri til að svona streyma vídeo eða bara kvikmyndum á netinu urðu bara raunhæfur kostur og Netflix náttúrulega þróaði þessa sína veitu samhliða á sama tíma en Blockbuster var náttúrulega mjög seint að aðlagast þessu og hélt bara áfram að einblína á spólur, DFD-diska neitað að taka þátt í þessum netveitu kjaftaði sko en voru sein, gripu samt í þessa streymistjónustu en þrátt fyrir það mistókst þeim að ná vinsældum á ný og keppinautur á netinu tóku við eins og Netflix, Hulu, allt þetta shit Blockbuster fór í gjaldþrot árið 2013 og ekki söguna meir þetta er létt saga, einföld, það þekkja hana flestir en með þeim sorglegri samt sko því að þau alveg harðneituðu fyrir að fara í þessa samkeppni sko á netinu þetta er líka bara einhver röð mistaka því að ég held að hann stofnandi Netflix fór allavega einu sinni á fund hjá Blockbuster að láta kaupa sig eða bara fá sem fjárfesta eða samstarf, það var eitthvað svona sem maður bara horfið tilbaka bara svona, you had the opportunity to survive sko. Og hvað lærdóm getum við dreigað þessu? Jú, það er forsjáin, hún er mikilvæg Já, samanlega að sjá fram í tíman nei, þetta er sorglegt herru, ég ætla því að við erum náttúrulega orðin fyrir eitthvað tæpir á tíma þá ætla ég að taka bara síðasta ég ætla að taka Kodak ég er alveg til að erum við ekki á vögunni? Kodak, stofnaði árið 1888 leiðandi í ljósmyndaðinaðinum og við erum bara eins og ríkisútgjöld við erum á yfirdrætti og maður segja shit herru, en Kodak, við erum sammála það að það hafði nánast bara einokun á markanum á sínum tíma já, Kodak er aftur hvað? maður heyrði bara ekkert annað Kodak er aftur hvað þegiðu þau voru með 85% markaslutdeild á myndavélum og 90% á filmum árið 1970 þetta eru rosaleg hlutföll og þau náttúrulega sko fundu svo upp það er að sorglegast í þessu öllu saman Kodak fann upp stafrænu myndavélina árið 1975 en það var þeirra bana biti þeir mistu af þróun á þessari stafrænu tækni neituðu þess að setja stafrænu myndavélina í sölu út af filmunum já, þeir seldu svo mikið af filmum já. Og sko, bara til að útskýra
þá var Kodak með rosa lága margínu á myndavélum nánast gáfana bara á kostnaðarverði framleiðsluverði filmurnar voru gullið fólk kom alltaf aftur og keypti film og filmu og þeir veluðu það, sprengdu það upp í topp sko. Þannig var þeirra business model. Þetta bara svona eins og Lamps and Oil, ég held að Rockefeller hafa gert þetta til að selja fleiri olíulampa olíu, hann gaf olíulampa til að selja olíu en sko svo fór að það var bara stórfelldur samdráttur í sölu á filmónum þegar að þú veist sem var bara þeirra lifibrauð og þeim tókst í miður ekki að græða á sölu stafrænna myndavéla því marginar var nánast engin bara heldur á þeirra tækni sem þau höfðu fundið upp þau fundu upp þessar stafrænum mynd það það sorglegast í þessu öllu saman sko. En og þeim mistókst sömuleiðis að hansliðu völl á öðrum mörkuðum á saman tíma voru keppinautinir eins og hérna Fujifilm, það japanskt eða ekki þau breyttu stefnunni og náðu árangri á sko snirtiförumarkaði og sjónvarpsmörkuðum diversifæðu Kodak reyndi það reyndi að leggja áherslu á blekprentara full seint því að þá byrjuðu snjallsímar og samfélagsmiðlar að taka við svo bókstaflega gekk ekkert upp hjá þeim þú veist þá var byrjuð að prenta minna af blöðum og öðru og þú veist þetta var bara allt komið á miðlana sko þannig að það gekk bókstaflega ekkert upp hjá þeim og Kodak sækir gjaldþrot í janúar 2012 Shit. Þannig að þetta var löng saga en Kodak vissulega á markaði í dag sko Já, fór það ekki Það fór í þrótt 2012 Já, og voru keiftir Já, stofnað, örgulega keift og þróttabúin eitthvað Ég þekki þá sögu ekki nægilega vel Kodak sennilega eins og Hvað að gera þetta? Súkkulaði húar á rúsinur? Nei, ég held að það séu bara í myndavölunum sko. Nú það komið aftur í það Já. En þetta ein sorglegasta sagan sem við sjáum í þessu bara samengi sko, því að þeir toppuðu í sko $20 milljörðum á hlutabréfamarkaði eða virði fyrirtækisins $20 milljörðum 94 og það var þarna bara, fljótlega eftir það byrja stafræna myndavélar svona að reyðja sér til rúms fyrir alvöru að neytendur var að kaupa það. En ef við myndum setja þetta í samhengi, þetta var í topp 300 stærstu fyrirtækjum í S&P 500 vísitölunni. 20 milljarðar á þessum tíma var alveg slatta peningur, ef við framreiknum það á verðlagi sko, þá var það 42 milljarðar í dag, en sko stærð S&P þarna hún var minni og Kodak var í rauninni 0,5% af heildarvirði S&P 500 og í dag væri fyrirtæki með sömu hlutdeild virði $150 milljarðar sko. Eins og Costco tekið dæmi hérna. Já, akkurat. Þannig að hérna eða bara Nvidia fyrir 1,5 ári eða eitthvað. Já, en sko salan fór $14 milljörðum niður í 2 milljarða og það voru 120.000 manns að starfa hjá Kodak á hápunktunum sem datt niður í svona 5.000 þegar gjaldþrotið var í gang sett á stað. Þannig að lærdómurinn hér ekki reiða þig á eina tekjulind. Það gott. Það gott, mjög gott. Þannig að ég held að Kodak svona sennilega eitt frægasta dæmi. Og það bókstaflega, þetta var röð bara óheppilegra atvika og það gekk ekkert upp hjá þeim sko. Var eitthvað svona innbrett fjölskyldudrasl í gangi eða? Ekki svo ég viti. Nei, ok. En sko Kodak stofnað 1888 sko, þetta er alveg þetta er sorgarsaga. Já. Þannig að mikil sorgarsaga. En að því sögðu þá held ég við lokum þessu bara í dag. Já. Varst þú með eitthvað fleira? Nei, bara time to say goodbye. Já, ég ætla ekki að setja það. Sett á Bingo Boys. Já, ég ætla ekki að setja það. Kæra hlustendur. Fæ ég Bingo Boys. Við þökkum fyrir okkur í dag og verðum aftur með ykkur næsta föstudag og þá verðum við með gest. Við lofum því í síðustu viku að vera með gest en það frestaðist aðeins, allir þar sól. Herru, takk í dag. Það var gott, bye.